ég þekki enga af þessum gaurum hana í Inter Milan. Það að segja ekki persónulega, ég þekki öll nöfnin. Þeir eru sko, kannski þeirra helsti veikleiki sýnist mig vera sko, þeir gengur illa að verjast innköstum. Ég myndi stíla svolítið inn á að reyna að fá innköst og reyna að forðast að fá á mig innkösti. Þeir eru mjög góðir í að taka þeim. Ég horfði núna á 3 leiki með þeim í fyrra og hérna, það var ekki eitt vitlaust innkast, ekki eitt, og þau eru öll mjög vel framkvæmd. Þannig að ég myndi forðast það. Ég hef náttúrulega aldrei spilað við þessa bjána, sko. Ég hef glímt, sko, við Ítali og hérna, þá virkaði mjög vel að sem sagt, náði mig í gólfið og hengja og læsa þá. Ég er ekki viss að það samt gagnist sérlega vel í þessu. Já, veist að ég held að þetta sé bara, þú veist, það standi og falli með innköstunum, sko. Það ég hugsa það. Að spila leikinn. Ertu að meina að vinna leikinn? Sko, svona einhverjar ráðleggingar fyrir hérna silfurskeiðina. Í fyrsta lagi þá er þetta náttúrulega alveg pottþétt nafn á þennan stuðningsmannaklúbb. Því að, þú veist, ef þetta er besti stuðningsmannaklúbburinn þá verður þetta náttúrulega gullskeiðin. En þú veist, það er náttúrulega Keflavík og... Já, einmitt, það er svolítið svona... Já, mann er bara líka illa við á til að bara strax. Silfurskeiðin, já, ok. Hver eru þeir? Þeir eru aldrei bestir í neinu, getur ekki verið, sko. Og Víkingur og... Já, þetta er kannski ekki mikilvægasti leikur, en mjög stór leikur fyrir silfurskeiðina og Stjörnuna. Og silfurskeiðin er líka að mæta fullt af fólki og það er, sko, ég veit að það verður hérna, Raggi Árna verður hérna örugglega í meðal stuðningsmanna. Fjármálaráðherra verður hérna meðal stuðningsmanna, hann mætir alltaf þegar svona stórt. Jón Haukur verður hérna, hann er vinur hans Bjarna og Haffi verður hérna líka, fullt af Garbaengum sem verða hérna, sem að ég persónulega þekki. Og þetta er allt fólk sem að er ekkert mikið að styðja sína menn, sko, nema þegar vel gengur og það náttúrulega gengur ágætlega núna í Evrópukeppninni, en væri gaman ef að þessi 3-4 sem eru í framvarðarsveit silfurskeiðina myndu reyna að fá fólkið með sér, því að það sem að vantar upp á hjá silfurskeiðinni er að dreifa stuðningnum út til públiksins. Það er ekki nóg að vera í einhverjum búning og fremst með trommu og stóran fána og silfurskeiðin hefur þekkt fyrir það að sýna góðan stuðning, að sama skapi að vera með líka allt niður sig. Þetta er ekki besta stuðningsmannasveit á Íslandi, en hún er ágæt, sko. Hún er öflug núna þegar ágætlega. Yfirleitt eru þeir að styðja rangt lið, sko, en í þessum leik er ekki hægt að styðja annan lið heldur en Stjörnuna, held ég, þannig að það er bara að vera jákvæður og hressir, sko. Ég held að það myndi hjálpa mikið og ég myndi bara til þess að taka, sko, Mílan-gaurana svolítið úr taktið, sko, mest okkarsti hérna tímabundið. Ef að silfurskeiðin væri öll í Inter Milan búningum, en væru síðan að styðja Stjörnuna, sko, þá, þú veist, þau myndu kannski stoppa og segja, hvað er að gera hérna? Þú veist, af hverju stuðningsmennirnir okkar að styðja Stjörnuna? Það virkar kannski ekki, en kannski eina ráðið, sko, eina sem þetta er í hug. Svona, hlutu bræði. Já, bara svona, vera bara aðeins betri í því að hvetja, ekki vera svona lélegir í því, sko, og bara vera betri. Þú ert með stuðningsmannahóp og hann ákveður að skýra sig eitthvað silfurskeiðin sem er rosalega, persónulega finnst mér mjög fallegt nafn og allt það. En það er verið að styðja liðið og ímynda er, sko, við skulum ímynda og setjum og við skulum snúa þessu við í krummanum og þetta eru ítölsku áhorfendur sem eru að Inter og þeir eru að fara að syngja styðja sitt lið.
þá þeir eru ekkert að syngja sjálfan sig, þeir eru ekkert að syngja til sín eins og Silfurskeiðin er gjörn að gera. Þetta snýst ekkert að hvetja knattspyrnumennina liðinu, þetta snýst að hvetja sjálfan sig. Silfurskeiðin, hverjum er ekki dröllu saman það? Því að tilgangurinn með stuðningsmannaklúbbi er að styðja fólkið sem er að keppa inn á vellinum. Þannig að það verður að snúa þessu við. Það er það fyrsta sem að Og ég meina, já, þegar þú heitir Silfurskeiðin og vilt kannski ekki að fólk hati þig ekki, þá myndi ég nú frekar svona reyna að syngja sem minnst sjálfa þig, sko. Syngja liðið frekar, sko. Þannig að ég mæli með því að hætti að syngja sjálfa ykkur. Ef þeir væru ekki bara með annað hvert lag sjálfa sig, sko, Silfurskeiðin, við erum svo aðeinslegir, heldur bara öll lögin Silfurskeiðina. Bara fókusera á eitt atriði, sko, ekki láta stjörnuliðið vera eitthvað að rugla með prógrammið, sko. Þá held ég þetta væri bara flott. Bara, þú veist, já, bara fókusera á lög Silfurskeiðina og hvað hún er æðisleg. Við ætlum að mæta og við ætlum að hvetja okkar fólk. Þetta er blátt og hvítt eins og við. Þetta er ungmennafélag eins og Víkingur. Þetta eru systra- og bræðrafélög og að sjálfsögðu setjum við Silfurskeiðina upp í trantinn á okkur og munum hvetja ekki Silfurskeiðina áfram, heldur ungmennafélagi Stjörnuna gegn hinu spilta valdi Mílanborgar.